Og við erum komin live. Halló, ég líka live. Já. Það nú. Velkomin aftur. Það er gamla góða bluescreenið sem var að hrjá okkur þarna. Það alltaf skemmtileg sko. Já, það bara... Technical pause, þetta út af okkur. Dusty og það unni þetta round þarna sem við vorum að horfa á hann. Já, þeir unnu þá væntanlega bónusroundið sitt. Já. Þeir unnu bónusroundið hjá Hetti. Já. Höttur kemur tilbaka, sigrar þá round númer 4 sem var að klárast núna með bombuplanti á B. Og í kjölfarið eru við pásaðir. En já, við ættum að fara á stað fljótlega. Við byggjumst innilega verðingar á þessu. Alltaf leiðilegt þegar svona tæknilegir örðuleika gerast, en það er bara eins og í blastútsendingunni þegar núðlusúpan kemur á tölvuna og hvað. Það er gaman sko. Já. Hefur ekki séð það? Nei, held ekki sko. Kemur sko... Núðlusúpan? Já, þeir eru sko, einn af sponsornæra er pottarnúðlu, er svona núðlur. Já. Og þeir bjuggu til svona skemmtilegt graff þegar það kemur tæknileg pása. Þá er svona upp í hægra horninu svona tölva. Og það er svona núðla sem svona gerir whirlwind alla tölvuna. Og það er eins og tölvan sé bara flækt í núðlum. Já. Skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. Það hefur einhver í alvörunni bara gefið sér geðveikt langan tíma að búa þetta til líka. Sem ég virði. Já, ég elska það sko. Alltaf skemmtilegt productionan hjá Blast. Skemmtilegt líka við núna að vera með íslenska fingur í þessu broadcastinu hjá þeim. Já, vissulega. Leikmaður sem einn strákur sem var útsendingastjóri hjá okkur lengi vel, allavega í 3 season og svona... Algjörfagmaður, hann Sölvi, hann var ráðinn yfir til Blast og er núna, held ég, með ljósinn þar eitthvað svoleiðis. Þeir eru með heilan gaur bara fyrir ljós. Já, ok, hérna því. Já. Ég held að hann væri bara svona útsendinga-dude. Já, það er náttúrulega partur af útsendingunni, eru ljósinn. Já, þú veist, er hann á ljóskastaranum? Nei, automatísk, hann er bara svona ráða, svona lítunum á þeim og... En svo ef við hefum farið á Blast þegar að, þú veist, það kemur svona introductioni, þá komur svona ljóskastararna og bom. Já, einmitt. Það er eitt, bara config. Já, einmitt, ég fór einmitt á Blast Major og það, sko, ljósasjóið þar var enda alveg klikka. Já. Bara allt sjóið í heild. Dásanlegir. En við erum komin aftur live. Við náðum að tefja þennan tíma helviti vel. Það verður að segjast. 15. ránda hefjuna og Þeir eru í fórustu, en ég verð nú bara að segja að það er hættur þetta ránd að fara að byrja hérna. Viktor nær hins vegar 2 B-megin, en það eru... Svo bara með háaða meðan eftir að koma inn út... Sýnir sér að það er ekki frakki núna, Blaster og Seni með Sikkorn og þá er Kókó 1 eftir. Tekkan, já, tók smá tíma að krækja þetta frakk, en... Það er bara svo skutin, ætlu ekki að fara beint hana hjá Brion. 4-1. Byrja vel fyrir Hött. Svolítið nú að kaupa yfir þessa tekku hérna. Ekki búin að því ennþá. Ég verð nú bara að kappa. Svakalegt play hefði hann bara ekki keypt yfir hana sko. Ég var að pæla ekki hvort að hann væri bara með einhverjar skrýtnar hugmyndir hann ætlaði bara, hann reyndar ef með spónið sko, hann ætlaði bara full on, bara taka cave eða eitthvað þannig. En það hefur verið freka galið. En hann kaupir Akko sem betur fyrir. Þyrkjum hann að teika á miðunni hjá Dusty. Blaster og Mósafn á killi, Sikkoru og Birnir er ennþá þetta. Reyts út allt. 1 Seni hérna eftir gegn 2 Dusty-mönnum. Grensan hefði getið verið betri. Hann á smá util eftir en ákveður að nýta ekki hoppu upp á Birnir fræktinu. Og þetta var bara mid-control gone bad hjá Hetti. Svona getur gestið í þessu mappi þegar CT-arnir mæta hana og þá er bara fight á mid og B-lane á sama tíma og það getur bara allir fallið á yngu tíma. Já, nú litni, það er náttúrulega sérst allt á það. Og það er hann að kaupa Hetti bara Tech9 á Viktori og Brion er vantilega að fara bara í eitthvað svipað. Degla honum þetta skiptið. Degla og stór armor, allt útileg. Mól upp í glugga þessu með. Og djúpur samt. Alltaf djúpur móli. Þið hljótaður með sett móla fyrir þetta. Ó nei, það verðist ekki vera. Lane control komið frá Dusty. 4 á móti 4, en næstu því 3 á móti 4. Viktor að liðast í sundur.
Er þetta ekki líka svona martraða molli, þú veist, sem er eiginlega bara smókur fyrir gæðin sem stendur nær honum? Jú. Úff. Ég myndi vilja meina það. Ég myndi freka vilja fá hann of grunnt heldur en of langt inn, sko. Bara hæfilega og láta hann leka svona niður. Þú skilur hvað með það. Já. En áhugavert að það er Diglan sem var bústuð upp þarna í staðinn fyrir AK-ana til að reyna að finna pikkið á 5-una. Lefur púsa niður með þessu. Gæti hitt okkar tæmi að Jóhann gerir það, það er meira easy. Sinni þetta fyrst á leininu. Það er annar Leflöf. Náðu þá 2 fröggum. Krækir í sitt 3. Og þar með 3-4 höttur ennþá með forystu en þeir eru að fara að spara hér. Það komið að því, nú þarf Viktor að fara í startbókina að finna eitthvað sniðu til að gera. Sáðum það áðan að þegar Viktor var að kalla fyrir það og hann fílar greinilega að hann sé sjálfur að skapa einhvern usla á einu staði mappirum meðan liðans fyrir öðrum megin. Þannig að þegar hann fór í B-ramp á meðan á móti sparinu, á meðan liðan fór A. Það voru að gera eitthvað svipað núna, eða að koma út mid. Gransan kynur og lít sem ekkert og Midgard hann flýr bara í donut, Leflöf er á leiðinni inn í cave akkurat núna. Gæti samloka. Þetta er bara glokkar hérna, hérna koma þér. Veistla fyrir Midgard eða hvað, Midgard tekur bara 1. Gransan örlítið betri aðna en Kókó búinn að rústa þeim aðna áður en að kemur til þess. Er Birnir að reyna? Allan í gegn. Já, heldur betur. Birnir er gjörsamlega viltur. Hann náði að gera þetta alveg rándi hérna á glokknum Viktor. Þetta er bara frábært rándi á Hetti. Ná 3 byssum á Glokk og P250. Bara ákaflega gott ránd og þeir eru að minnka peningin töluvert. Þannig að ef að höttur eru að fara að krækja þetta ránd þá eru þið strax búin að fá mun auðveldar ránd í fésið í því næsta. Nákvæmlega, og þetta er líka munurinn, þetta er eitthvað sem þið gátu ekki gert í síðasta mappi, Tómi. Þegar sáum að Stebbi Kókó og komin inn í 14 kom eitthvað ká. Þá eru þeir ekkert að fara að spara. Einmitt, það er bara ekki sjens að taka 14 ká frá þeim. Ákveða hverfa frá miðinu núna og gefa hana með einum í reddrum, einum í Midgard vinnur samt fætin á móti og Blaster. 2 B líka í valnum. Hvað varðum smókin í rauða? Engin smókur í rauða? Engin smók fyrir rauða. Það var heavy mid-take með enga smókur rauða. Dálítið skrítið hérna hjá Hetti, kannski vantar eitthvað á samskiptin hjá þeim. Það er Midgard sem að rústa þeim þarna. Sinn í sér eitt leikmann, það er flankið síðan. Og algjörlega fjarmaðin þetta. Það hafa verið planið. Engan smók í rauða. Var það ekki skrítið? Jú, það er skrítið. Já, þætti það sko. En já, allavega. Cirka 3000 bandaríkjadólarar á Hetti eftir. Konum með lossbónus en 4 döðstýrandi röð. Ekki gleði fyrir þetta fyrir Hetti er. Tveir smúkar á Hetti. Ég með einhvern hratt cave eða hver bara er inn í cave og þar mæta er Leflöf. Og þeir vantar alveg staðsetturina og er tekin út. Þeir nær mollanum niður, stoppar alveg rössið. Geta bakka. Þeir eru ennþá með bakið sitt. Rótið er allt komið. Einn armor á Blastinni. Þeir kom út Bríón tekur 1 og treytar að steppa. Þetta er stórina. Tekur 2. Opposí, bomban komin eins og inn á og þeir henda henni niður 302 akkurat núna. Og núna 1 á móti 3. Topaz. Núna 1 eftir í baklinnu. Veit af einum í bak. En það er bara 1 móstast hérna inn á hoffinn. Hann getur defa. Farið full def. Og grensan! Þetta var frábær grensa frá Viktor. Því lítið ránd hérna hjá Hetti. Það var á nokkru stundum í þessu rándi sem ég held að þetta væri bara að fara að snúast við í Dusty Will en sérstaklega killi sem að Bríón nær eftir mollan frá Stebba þegar hann kemur út úr caveinu. Já. Gerir þetta að rándi fyrir Hött og þetta er náttúrulega bara fyrsta killi á Leflöf. Það var mjög, hann heyrir náttúrulega ekki í þeim út af því að hann er flassaður. En já, þetta var svona örlítið illa tímasett hjá honum til miður.
Já, greipin bara með buxunar á hælunum hann. Þetta sinni sé að molla bara einfallega of djúf. Þetta er alltaf eins og hann var ekki að fylla þessu upp með eitthvað sekk sem er alltaf hérna á góðan. Við tekja hann út á Midgard. Svona öflun á miðinni, Midgard. Já. Getur náttúrulega stafa nafnið hans Midgard. Midgard. Já. Þetta er ekki mikið Midgards ormur lengur. Nei, hann er Midverndarinn. Midverndarinn. Já, meina Midgard. Já, ég skilði núna. Já. Ég held að vera bara að reyna að byrja þetta fram með svona bandarískur heim. Já, var þetta of astanlegt eða? Nei, mér finnst það mjög cool. En þetta veist ég bara að fara að swinga hérna eða hvað. Já, bara að fara að hoppa niður. Kókó með rífrækið 6-5. Síðasta rondi hérna í fyrri áleika var að stað. Svolítið búinn að vera sagan inn á efnahæginum hjá Hetti í þessum leik. Afturfótunum. Já, ekki fallegur. En ég meina að þú veist, grind út round, þannig að skiptir máli. Já, 6-5. Strax betra enn í Miraz. Hér á smiðin eina. Það keyra bara strax inn í donut. The Midgard með einn særi annan lágt niður. Topaz komin í vörðina þetta strax inn á A-inu. Og hann á jú til Kókó með þess að inn í lobbyinu sem getur hjálpað honum. Kókó vill ekki vera inn í þessu lobby. Hleypur ekki inn molla. Búin að stýra eins og er út lobbyið. 3 inn í donut. Þeir eru einangraðir og Midgard heldur áfram að raka inn fröggunum. 14 frögg á honum. Sæmilega staða hérna báðir með donut og þeir falla 7-5 Dusty. Fyrri hálfleikurinn búinn. Flösturinn ekki stressaðar á þessari stöðu. 7-5 team up. Og svolítið að sama á í síðasta mappi, Tommy, að Hötti byrja vel en svo missaði bara hálfleikinn frá sér. já. 7-5. Fyrst að fara á stað akkurat núna. Molli og grensa á Mozart. Það er mittspilarinn, hinn er bara með armor. Viktor að fara að fá 4 menn í andlitið. 1 flass á leflöf. Ríklestinn inn á A. Það er fyrsta frækið. Góð skaðinn á Viktor. Nú upplifur þessu síti í pistorhondum. Viktor bomba fyrir niður. Nei, ekki alveg strax. Mozart og Blasti með sikkvort leikmannin. En það er ekkert jútilir í spilinu og bara pistols í höndun á hann. Þá eru þeir með ansi góða líkur á þess sigra rándið. Já, svolítið erfitt að reyna á bombununa niður. Ekkert cover frá Donut, þannig að þetta var bara mjög auðvelt fyrir City-spilarinn sem var mættur hana í Donut. Held ég sé búin að vinna 3-4 akkurat núna. Pistol? Já. Bara setna pistol í Miraz þá sem tapaðist á. Fyrra pistolið. Viktor í tenginu. Það er ekki, það er búin að vinna. Já, þeir eru búin að vinna 3, sagði þið. Já. Og ég bara meina hver er búin að tapa? T-pistol í Miraz. Já, setna pistolið sannst. Já. Jús. Glokkar á Dusty. Það var formsatriði bara fyrir Hött að klára þetta. Já, Fluff er samt með bombur á bakinu og það er Það er enginn inn á. ótrúlegt ef hann nær bombuplanti. Nei, hann nærði ekki. Sælvinur! 7-7. Og við mættum betur með leikina en það eru komið að fyrsta gunnrándi hérna í seinni hálfleik. Þetta er svona make or break rándið fyrir Hött. Hérna þurfa þeir að byrja að posta upp rándum. Eru búin að vinna bæði pistolinn. Og Dusty gerði þetta var á mann. Unnu 2 pistol og allt inni voru þeir inn í leiknum. Já, heldur betur. Það er bara sama í gangi hér. Dusty búin að vera almennt sér með yfirhundina. Midgard feilar mollanum held ég. Hver var að standa í mollan allavega? Kókó hausaður, það eru Famas, 9 í mitt.
í gangi á miðunni, Steppirinn að finna eitthvað. Overcommit á miðun akkur núna, ná hins vegar að smóka elli aftur. Brian, góð tímasetning á smóknum, en Kókurinn að hlaupa fyrir framan hann, Tópart líka, en Brian með 2. Brian low, en er búinn að gera sitt hér, Leflöf. Er búinn að læðast inn á Xboxið, Mozart í dónu þess vegar. Víst, örugglega ekki við öðrum hann að Viktor að fara að mæta honum. Finnur frakkið, stórt frakk, þá eru 2 eftir. Midgard kom með bombuna á bakið. Birnir, hann ætlar að valda einhverjum usla hérna. Hann kallar bara Midgard tilbaka hér. 45 sekúndur eftir á klukkunni og er ætla að einnalappu. 2 virkilega hittni leikmennina eftir hjá Dusty því það geta alveg snúið svo rándið við. Þetta er stór hættur, þetta vandaði þá. Sérstaklega í ljósið þess að Brian á 8 HP-arnin á spila 5-una, Blaster í köpbíinu. Og hann sér hann. Það er ekki alveg skotinu. Það er Brian nær 3. frakkinu, Midgard, 1 eftir. Nú kallaði hérna tilbaka. Hann á Molla Viktor. Molla Midgard þarf að hlaupa út. Gerði það Viktor, vel gert hjá Viktori. Mjög snjall með þetta Util, alveg að neyða hann í fætin leið, Pre-fire. Brian gerir þetta mjög vel hérna. Vissulega sterkt líka að ná að svara þessu killi hérna á Blaster. Þannig að það er strax 3-1 í staðinn fyrir 2-2. Já, Brian bara vinnur þetta nátt sjálfur. Já. 3K. Tveir sem að hlaupaði brampin í hann. Og síðan, ég vil meina að hefðu við komist í 2v2 eftirplan, þetta hefði verið miklu stærri möguleiki á tapið þarna. Ég hefði viljað meina að það væri það bara. Alveg 100%. Sér Mollin samt á Viktori. Það hefði verið stór þar. Mæta þetta. Birni og Diglu. Það eru 2 M4 af skítrættinu til Diglu. Mikið pressa hjá Dusty í B-megin. Já, falla 2 í ramp. Brian og sen í. Já, Blaster gerir sér stóran að það. Lár eftir þetta samt sem áður. Hendur við smók. Fettur í kjölferðaði. Það er að bæja hættinu frá hún á Birni sem að virðist vera einhver boogeyman fyrir það. Hann vilja ekki mæta honum þarna með Diglu. Gott spón. Guls í gildi. Midgard. Snirtilegt skot á seni hérna. Ómers að skáti í rassvasanum. Brian finnur Tópas og þá var það 1. Það er bomba á bakinu. Digla í rassvasanum sem hann heldur inn draun. Frábært hérna. Næringum samt 9-7 höttur. Við erum að fara inn í mjög mikið á þetta ránd hérna, Tommy. Já, ákaflega mikið þetta ránd. AK-ur á 2 leikmönnum hjá Hetti. Kókó væntanlega að hugsa hvort hann eigi að taka vappa hérna. 5-6 á honum. Hvert myndi hann fara? Hvar getur hann búið til eitthvað fyrir? Ég var einmitt að spá í bara hérna. Nei, AK. Við erum ekkert búin að sjá vappa í þessu mappi. Nei, engi vappi, hilda til. Jú, hérna, vappi og Kókó. Skipti. Keypti AK sjaldan. Hlaupur í Mollan. Þetta er Mollin sem við vildum sjá í fyrri hálfleik, Tommy. Já, parað með grensunni, alveg killer. Brian aftur gerir sér risastóra þarna. Hann að treyta höttur vel. Stutt á milli manna. Steppi Kókurinn að finna eitthvað B-inu. Byrja að leita. Smókurinn, nei, flassið fyrir ekki. Og svingar hann bara. 3 á móti 2 núna. En eiga Mozart hins vegar inn í keifinum. Hann er búinn að koma ekki inn miðjuna. Nei, hann vinnur ekki fætinn. Midgard. Stórskilinn að sen í 8 Molla verið plantið. En þetta er ekki að nota hann strax allavega. Í dag. Leflöf með frakkið. Það er 9-8. Dusty. Einu rándi nær. Höttur hann þó yfir. Skrítið nefnahæðurinn að kaupa ekki bara hérna. Seni er doppelspar. Mozart á 7-7. Mozart getur farið í einhverja hetju.
Já, hitja hérna allavega Mozart. Forsaði með honum, jú, þið forsa. Ok, þið kaupa bara... Hvað, nú vil ég bara sjá hvert fyrir Mozart. A. Leikmann, já, hann er A, hann bara passífur A. Ekkert bara neitt play. Lýr, hattarmenn. Fyrir hérna B-main. Síðan í enn og aftur fastur á 5-7. Ætla að pressa rampinn, Steppi Kókó er að fá okkar gefins hérna. Eða hvað? Hittir ekki skotinu. Á hann. Sjeni með 2 á þessari 5-7 sem ég var að dissa fyrir hérna rétt á hann. Hann er komin inn á, já, nánast terspóni. Þau eru að bregðast við þessu og þeir eru að fara rakleiðis í vappan. Mozart hitjuvappinn getur talað sínu máli núna. Hann hittir hann þarna. Bústi kemur upp og þá eru þið búin að sleppa fram hjá eða hvað. Hann hittir Taka annan. Eini heilsurhausti leikmaðurinn Tópas tekur fætina það á sítispónu, vinnur hann. Ekki mikið líf hann Tommi. Bara engin af þeim, það er bara rétt að kýtla á. Allir inn á og Sjeni að koma í flanki en hver ætlar að taka fyrsta skrefið? Það er eitt bústaður upp, frýtt fragg, kíkir upp Sjeni er á eisinu, Sjeni. Ja, Brian tekur þetta. Ég get svarað því sá Sjeni segja Eisan! Frábært að dándi hérna hjá Sjeni. Var akkurat að kommenta á að hann væri á 5-7-unni aftur. Gekk mjög lítið þarna í Mirage sem var á henni en heldur betur gekka vel. Minnum á það er Sjeni sem við köllum yfirleitt roleplayer sem er á 16 fröggum og það er Brian sem er 7. maður sem er á 17 fröggum. Það er starting 5 kjarnin af stjörnunni sem er að underperforma. Blastir þá sérstaklega. Já, Götustrákurinn hann hefur sér betri möpp en þetta. Já. Ekki samt búinn að vera eitthvað lélegur þannig séð. Nei, þannig séð þetta er bara brawl. Já. Sem að Höttur er vissulega að sigra eins og staðan er núna. Í þessum smók. Það er rísagat í þessu smók. Sjeni! Þarna leika sig með hættuna. Það er ekki margir sem komast upp með að leika sig svona að Steppa Kókó. Nei. Stórhættulegt. Stórhættulegu leikmaður. Holland Jútor og þeir alltaf að lappa þetta. Skítur og bakkar. Aðeins að spamma Tópas. Loksins takkar hérna rækilega niður. Reyga miðuna. Dusty menn. Smókur. Mozart hana á vappanum í Donut. Þetta er erfið staða en nærða fyrsta. Kókó þarf að svara núna. Góðu smókur hjá honum. Það þarf að spila í kringum hann hins vegar. Spila bara shotgun vappa. Og í rampin hérna á meðan. Já, LeFluff með bombuna. Ster geti hitta vonda tímasengu hérna. Tekum þetta LeFluff. Gæti búist við veikara sæti hins vegar núna heldur að það eru 2 leikmenn í vörðinni. Það er með fyrsta, 1 Lára hlaup upp rampin núna og þá þarf 5-man bara 1 en Sjeni nær engum. Mozart komin í hjálpuna, hann er smókaður út. 2-2 bomban komin niður á default. Báðir að koma frá fjarka á 5. Steppi farin frá honum hana. Líður til smóknum í fjarkanum. Mozart hún að posta sig. Steppi komið tilbaka. Nei, hann er með línu þarna á Mozart. Hittir ekki. Viktor getur smókað hérna. Sér hvað hann fær. En það er LeFluff sem sigrar þetta. Og 10-9 staðan. Ennþá fyrir Hetti en Dusty aftur. Það er gamla góða brólið sem er að skila sínu. Já, virkilega mikilvægt ránd fyrir Dusty. Við sér hann að meira þess að þú er vinna rándi þá er engin peningur eftir á þeim hinum megin. Æjæjæj, aftur double spar á Sjeni. Blastir tekur Nova, nei, stelur hann aftur. Hana. 20 frögg á LeFluff. Taktikal timeout á Hetti. Já. Ánægður með þessa ákvörðun. Já, þurfa aðeins að ræða sinna á milli. Ég meina, það sást á eftir þetta ránda LeFluff, hann tók gamla góða andvarpið bara eftir þetta. Það er aðeins verið að reyna á hér. Já, hann finnir hans fyrir þessu. Það er gott að sé hann þá líf í þessum mönnum. Hann er svo að skjóta á móti. Hver er ákvörðunna?
Þeir eru að sjálfsögðu að fara að spara hérna. Þeir Já. hafa þetta round buffer. Þeir eru búin að líta vel. Þeir eru búin að vinna 2 af 4 gunroundum á móti þeim. En þetta er erfitt. Þetta er erfið ákvörðun að taka inn í miðju mappi. Það sem er einu raundi yfir að leyfa Dusty að jafna þetta. Eða svona næstum því allavega. Já, hann með þetta að taka bara okkur upp í næsta. Ég ætla að keyra bara upp bíð hérna Dusty. Mæta uspum. Þetta Senni nær. Þetta er að byrja að snúast þetta við. Kókó, hann þarf að flýja. Eins og fætur toga, þeir eru bara 2 eftir. Þetta góð í gegnum Mollargrenan. Og finna frakkið, Kókó 1 eftir. Greit frakkið kemur. Og þarna þarf Kókó heldur betur að skeina sér. Því að þetta var algjör skita. Uspur. Sko, í flest öllum tilfellum hefðu fallið allir á 0-1 á þessu Mach 10 þarna, en nei, Senni byrjar þetta vel, hettar fyrsta mannin og svo bara falla killin eitt eftir öðru til hattar. Þetta var fallegt ránd frá Hetti og á 0-1 taka þær ákvörðunina, hér eltu við. Og Dusty sparar hérna bara létt kaup, reyndar er Lefluff keyptur alveg niður, Steppi Kókó með scout. Geta allir keypt hann í næsta rándi þar að segja þeir tapa. Og Brian malar gull á Mach 10 sem er stólið frá terrunum. Það er bústaður AK sem nær einu frakki tilbaka. En er það nóg? Steppi er bara komin út hérna. Aggressífur út, 30 HP eftir að honum. Vita þá af þessum AK, vita af scoutkaupinu. Scoutin er lár, þetta er ekki góð staða fyrir Dusty. Og sérstaklega ekki núna. Map point mögulegt hérna hjá Hetti. Lefluff þarf að töfra eitthvað fram á þessum AK og ég ætla að fá eitthvað út úr þessu rándi. Hann var náttúrulega einu sem keypti. Hattu þessu ákvörðun að hann kaupi hérna. Hero AK-in, svo sem ekkert óvinnsal ákvörðun, en Blaster að tikla þetta. Stá þarna leikmann. Gott takk niður hjá Blaster. Midgard skiptir AK-in, skiptir hann geti ekki búið þetta til hér, en lítið sem ekkert. Höttur komin í 12 í Ancient. Map point hérna. Höttur að sína af hverju þeir eru alltaf að pikka þetta map. Þeir eru helviti sterkir í því. Og líka að taka þetta þokkalega clean, þeir eru alveg kaupi næsta líka. Já. Þetta uspur án Tommy. 4 uspur, 1 P250, sigur á rössu B-rampin. Þeir reyndu að flýja eins og þeir reyndu svo mikið að reyna að púsla þessu saman. Falla 3 á 0-1, hinir 2 flýja bara í burtu. Þetta var alveg dásamlegt ránd. Þannig að enn og aftur gera þeir risa skaða við leikmanni sem er að koma leinið. Doppelpíka hér. En þeir eru 2 til að svara, en Brian og Blaster falla báðir. Sama fyrir leiknum þegar þetta fór hinsegin þegar Brian náði að treyta vinsinn og taka 2. Nú er það Dusty manni fleiri að reyna að gera leikur svo. Komið svo í framlíkingu. Svona hausar hann bara. Mozart tekur Midgard. Mozart ásamt að gera sig grein fyrir það. Hann var að reyna að sækja Red Roominu eða að Donutinum. Hvað heitir þessi stað, Tommy? Veistu það? Ég er að kóla þetta í einhverjum mappum daginn og ég veit ekki nafnið því miður. Þið með endur að segja mér að þið eru að horfa hérna í Twitch chat. Já, með alveg. Þetta heitir eftir einhverjum próspilara. Já. Ég er ekki að muna það núna. Það var svo hlegið að mig þegar ég bara gati ekki kalla þetta. Aðstæðlega, hvað sem það var hotnið hann að skringið út, coverraðu frá lobbyið. Já. Komaður út Viktor á. Þeir eru ekki verið að klíka eitthvað og gera það, taka nú Topaz, tegur Viktor. Síðan er nálagt, hittar hann í þetta. Ég held að maður... Við veitum alla 3 núna, líklega. Já. Mozart, Vappur finnur 1, 2-5 akkurat núna. Vita einum inn á, en Topaz finnur frakkið. Bara hopp í gegn, síðan hoppi úr Xbox. Tekur fætinn samt á móti Senni og sér eftir því núna. Veit að hann hoppa yfir á Xboxið. En Lefluff enn og aftur cool, calm, collected í þessu klötsi og 12-10 staða núna. En þar sem þeir unnu sparránd þá er nóg til af pening hjá Hetti.
þetta er rándið sem þeir þurfa að vinna. Þetta er nánast komið í framlengingu, Tommy, ef þeir tapa þessu rándi höttur. Já, vissulega. Það er Peningurinn er bara farinn. algjörlega. Það er númer 23 að hefjast hér. Það var eitt gott kaupránd í þessu rándi til að púsla saman sigri hérna í Ancient. Blaster ekki rétt tímasettur hérna með vappanu sinu. Takk eins og það gott og Blaster nær Topaz, vita innum í kvöld bíli Fluff, hann ætlar að fara að bjarga málunum hér. Ég var bara bíleginuna, vitaleg Fluff. Já, Brian og einn hana. Bíði fallið ef hann fellur, en hann nær fragginu. Senni nær eins og ekki að lifa á A-inu. Geta smóka CT, geta smóka Donut, en hvað vilja þær gera í þessum málum? Kókó búinn að pósta sér upp í bróki. Mikil tíma klukkunni. Sáu þeir bomb? Nei, þeir sáu ekki bombuna. Þeir að pikka hana upp alla leiðina í bílóbíinu, aftast. Hann hittir þessu skoti. Þarf ekki sjá mikið að þetta hitta skotanum að steppi Kókó. Hann er búinn að búa til allt plássið í öllum heiminum. Á A-inu. Þetta er ekki alveg viss hvernig að lesa þetta rand en þeir ákvað að fara saman Þeir eru að taka réttar ákvarðanir. 100% þeir ætla að sita á B-inu og Midgard. Hvert ætlar hann að fara? Það hlýtur að fara yfir á A-ið. Hvert fer hann? Fer hann inn í cave? Hann fer inn í cave, þeir ætla að fara saman. Ég ætla að B-inu. Hver er að fylgjast með caveinu hjá þeim? Brion sér það bara að þau koma út. Skemmtileg setup hérna hjá þeim. Kemur smóku fjarka, flass fyrir Timmu. Sjá Brion sem að fellur. Hitti skotinu, einn á móti einu, Midgard með AK og Mozart reynir að hetja hann. Peekaboo hérna. Hittir ekki. Ó nei, Einar. Einu skoti frá sigri. Það var aldrei óþægileg staðana fyrir Mozart. Það vissi ekki hvernig meina myndi kíkja og hitti svo ekki skotinu þegar Midgard loksins kíkir. Og þú sérð hérna það sem ég var að tala um áðan, Tommy. Kaupið hérna hjá Hetti. Þeir hafa svo sem unni ránd að verra kaupi en þetta. Það er ekki það. Eða kaupi, engu kaupi. Já, það er keyptu fyrir $300. Það er ekki búist alveg bara 1.50. Ég held það, $300 tótal. 3 MP9 núna, 2 diglur. Enn og aftur. Þeir ætla að góða þetta flass eða ekki flassið. Þeir ætla bara að samlokka þennan mókar út um allt og algjört kaos. Og Birnir nær Blasterinn í gennum smókin. Senni ætlar að sækja í þetta fragg. Þetta fragg rosalega mikilvægt. Stefnir í framlengingu. Senni einn eftir MP9 á honum. Þeir reyna að fá push út úr honum hérna. Hann nær Kókó hérna ódýrt. Hann ákveður ekki að flanka, ákveður fyrir ekki að fara í átt að pínu. Finnir frakkið á fyrsta, 16 á pjó honum hins vegar. Mollin er góður og þeir taka safe plan. Þannig að Senni, hann er ekki góðum málum. Horfir í flassið, en þetta ætti alltaf að vera framlenging hérna. Flassar út, stekkur út. Finnir ekki frakkið á Kókó og 12-12 framlenging hér. Stutt frá þessu hattarmenn en bara ekki nóg. Brian situr á 25 fröggum hérna. 12 og 5K. Áhugavert. Já, það þarf aldrei að spara. Er það útrýtt? Ég held einhvern veginn að var alltaf annarkur 12 eða 16 sko en. Skemmtilegt. Það var 10 einu sinni. Já, 10. Það var 10. Látum við þekkja það, það voru ansi margir núkleiki sem voru í framlengingu líka. Það var skemmtilegt. En framlenging, 3 ránd spiluð, sikkur sætinu. Dusty býr að terr því að þeir enduðu leika terr og þú vinnur hefur komin upp í 16. Vissu í gamla daga? Þetta betur. Þetta er í eldgamla daga, þá var það upp í 13 líka. Það er annar mál. Það er fyrir minn tíma, ég spilaði það aldrei. Já, ég spilaði það í gríðu verk. Já, þeir eru að fara að eiga þetta frítt asset hérna Dusty. Virkilega þægilegt. Meðan er bara aðspilarir að fæta mitt hérna, það er Viktor. Viktor gæti bara einfallega ekki búist við þessu. Já, það er búið nú.
Kókó finnar hann í gegnum smókin. Svo dýrt og Birnir ætlar að sækja gerð með smók. Nei, hann ætlar að spila upp á þessu. Hvað er þetta? Kertastjakar eða eitthvað, ég veit ekki. Það er bara kertið þarna. En svo sem reynaður í þetta Blaster, viltur, heyrðu, þeir eru það inn í þessu randi, Brion. Og það er bara Topaz 1-3 upp úr nákvæmlega ekki neinu. Og Mozart finnur þarna. Blaster tók hann þetta hoppandi fyrir störa. Já, hvað er á seiði? Hæ? Hvernig var þetta að randi allt í hennu, Tómas? Frýtt A-side og þeir ná fyrstu 2 kilónum í randinu. Já. A-side í Ancient er notorious fyrir að vera auðvelt að ríteka, eiginlega bara frá hvaða anguli sem er. Herru, þetta ránd var bara götustrákurinn sem kom hoppandi þannig inn í dónut. Já, það er vissulega. Og náði ekki hérna líka síðasta mannunum hoppandi. Ef það er malbygga þá gerir hann bara meira damage, það er bara þannig. Götustrákur sko. Betur Birnir mollaður, þetta var 100 hopp í molli. Flassaði líka. Er þetta ekki bara, sá ekki hvar það var en ég gerir ráð fyrir lane, jú, hann er á lane. Kókó reynir að finna hann, Topaz finnur Brion. Blaster er að leita. Heppileg tímasetningarna hjá Blaster, Midgard finnur hann. Blaster kannski framlenginga leikmaður? Viktor reynir að kíkja í redrúmið, finnur ekkert nema vappaskot frá Kókó og niðurstaðan ætti alltaf að vera svo að þeir ætla að sækja á B hér. Séni heyrði hann í Kókó. Fallið skot þarna frá Séni, mjög mikilvægt. Það er að lifa hérna grenan eftir hann. Tekur hann ekki út samt, bomba fyrir niður. Svo lár eftir þetta! Reyna að finna hann og þá er bara alveg Fluff. 13 HP eftir honum, Séni finnur Fluff í gennum smókin og annað rándir í overtime hérna. Það var kannski bara hnakkatalambið sem að Dusty var að halda í með peningana sem var að stöðva hött. Já, líka bara Blaster er að koma inn í þessa framlengingu bara hlaupandi, gjössamlega, hann er vaknaður, hann hefur fengið sér Red Bull eftir venjulega leiktíma. Veitið þið vangi? Já, með þess að bókstaflega í þessu tilfelli. Einmitt, hann tók jumping up skot og líka M4 skot í rauninni. Þetta var eitthvað annað. Lyktar eins og mid-control. Aftur grensan að gera töluverðan skaða þessuna á Topaz og Steffi Kókó núna ekki á vappanum. Ég var keifið. Birnir ekki verið að finna sig þessu mappi. Nei, ekki aðkvæða mikill og hann var í mér að. Viktor í baki með 2! Nær þriðja! Er þetta seinasti naglinn í líkkistuna í þessu mappi? Pússa alveg hana aðeins og gráður þarna langaði meira. Já, eins og Brion hann það. Allar upplýsingar koma samt núna. Brion náðu að gera mikinn skaða. 15 hoppi eftir á Fluff, 56 á Birni. Þetta hlýtur að vera 15. rándið hér, Blaster samt. Sér skuggan. Þetta plass virkaði bara ekki neitt. En núna eru þið báðir lágir. Hjálpar eins og er ekki þegar að Mozart er með vappa í höndunum. Og hann er að róta þetta yfir. Ætlar hann að kíkja aftur inn í redrúmið. Þurfa að peka upp bombu vissulega rétt á ellinu. 30 sekundur eftir á klukkuna akkurat núna. Það er engin grena eða molli á CT-unum þannig að bomban geti mögulega komist niður. Fullt af utilins var alveg Fluff. Það er alltaf betur. Alls að þið þarf. Kemur flassina. Séni verið staurblindu. Hann er það. Nær hins vegar ekki að krossa. Núna eitt leikmaður. Hann sér hann allan tíman. Og Birnir hendur niður. Hann náði platta. Á síðustu sekundinu nánast. Nýttir ekki skotinu. Aftur 1v1 hjá Mozart. Nær hann að vinna það núna. Hann gerir það. Map point aftur hjá Hetti. Þeir ætla heldur betur að koma sér í þriðja mappina, Tommy. Já, og gerir það spennandi seríu.
Dusty þurfa 3 í röð til að kræki sigur í þessari viðuregn og meðan Höttur þurfa einungis 1. Já, meira segja ekki einu sinni til að sigra viðurina, til að knýja fram annað overtime. Það voru 3 ránd í röð þegar Hetti. En já, það var Viktor sem að pússa alveg í þessu rándi hérna síðasta og nánast klára rándi, en Dusty náði nánast að snúa þessu við. Þetta var 2-2 hérna sem endaði síðan á 1-1 og í þetta skipti brást Mozart ekki bógalistinn. Eldsmókur, djúpur, grensunar, góðar og ekki mid-control hratt á hana hérna frá Hetti. Vappin í höndunum á Mozart. Midgard gleypir grinu þarna í glugganum. Og aftur util damage sem að gera sitt hérna fyrir Hött. Fluff inn í cave hér. Þannig að finna eitthvað. Þeir hérna inn í glugga og hinn inn í caveinu. Spurning hvort það kom eitthvað flash og þeir kíki með því. Eitthvað þannig. Pittin á 1 flass á sér. Já, hann kemur að Viktor. Treitin fara til. Hattar. Eru þeir að klára þetta hér? Tópast inn eða rétt úr þessu. Hann nærti ekki treitar út líka. Þá var það bara Steppi Kókó. Hann tekin út. Við fáum 3. map, Tommy. 16-12 og þetta var í rauninni seglu sigur hjá Hetti fyrir ekki sem að já, hleypir þessi gegn. Tölum ekki Uspu-sparið. Já, ég meina þetta Uspu-sparið fer með hennar leik hérna. En þeir náðu reyndar ekki að klára þetta í venjulegu leiktíma. Svo náttúrulega er það þessi City-hálfleikur hjá þeim í framlengingunni sem var virkilega sterkur. Já, Blaster, vatnan til lífsins og svo líka Viktor með risastórt ránd. En já, bara þvílíkur leikur hjá Hetti og við fáum 3. map sem Nuke. Já, það er nákvæmlega þannig. Við erum að fara í 3. map sem Nuke og það kemur eftir örskama stund, ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Yeah.
Velkomin aftur, það allt jaft á milli Hattar og Dusty hér og byrjum bara að ræða örlítið Ancient, alveg kynkimagna map. Já, alveg geggja mapp hérna. Fengum núna að sjá Hudson kannski meira á sínum heimavelli í mappi sem ég reyndar hélt að myndi fíla sig betur í mér en þetta svona kannski heimamappið hér á þá, Ancient. Virkilega sterkir líka, við erum að sjá núna alvöru einstaklingsframtök hjá þeim. Seni var geggjaður á pistols á móti kaupum, Viktor frábæri pistolrándum, svo Blaster allt inni mættur í framlengingu og tilkynna það að hann sé komið tilbaka. Bara geggjaður, sterkur stemmingssigur hjá Hetti. Já, og ef við förum svona örlítið yfir á svona round by round þá byrjar þetta enn og aftur þeir vinna aftur bæði pistol í þessi setna mappi og það náttúrulega góð byrjun, skulum bara orða það þannig. Gunroundin fara svona upp og ofan en svona vendilpuntaroundin þau að fara örlítið meira með Hetti hér í þessum leik heldur en til dæmis í Miraz, augljóslega sjáum það roundinu, en aftur það þetta tactical timeout, rössum allir í cave með einni P250 og uspum sem að eiginlega gerir bara útslag, gefur þeim 11. rándið og í kjölfarið 12. rándið en síðan svona dálítið erfitt money starft þarna í endan. Já, það voru svona ránd og þegar þú veist að segja þetta myndi ég líka bara eftir að það var ekki terrándi hjá þeim það sem keira líka inn í cave og taka alveg fluff og svo hann bríón einhverju killið hann út úr cave líka, fullt af svona rándum voru að detta til þeirra. Já, og það skiptir náttúrulega höfuðmáli að kræki þannig ránd, vinna flawless í overtime, 16-12 niðurstaðan í þessum Ancient leik, en við erum að fara yfir í Nuke. Það deciderinn þetta í kvöld í næstu 3 seríun á milli þessara tveggja leiða. Hvernig ertu að meta aðstæðurnar akkurat núna? Ég bara spenntur að sjá. Þorir Mozart að spila sama gamla leikinn og spilar alltaf, hann með einhvern annan gír, hann að fara bara full on, alltaf að láta bústa sér upp á rauðagammin eins og hann fílar að láta að gera hann úti og reyna á pikkum. Hvað, Steppi spilar rotate eða? Já. Spilar rotate. Forritinn, já, hvort hann spilir vappan jafn mikið þó hann spilar öðrum möppum. Hvort við fáum þetta dual sem við vorum að leita sem við fengum mjög mikið Ancient reyndar. Það sjálfsögur hnífað í þessu úrslita mappi, þriðja mappi í seríunni og það sést hverju hitu upp á face-ið. Já, Höttur, þeir eru með þetta upp á 10,5 og vinna hnífarándið, byrja þar að leiðandi CT megin. Hversu miklu skiptir að byrja CT og setja pressuna alveg frá fyrsta rándi? Ég veit ekki, þessu mappi, kannski ekki öllu máli, en mér finnst bara ástæðan alltaf fyrir ég vil alveg byrja að CT það er mér svo næst að comebacka í terror einhvern veginn. Já. Bara út af nær oftar kaupi og einhvern veginn þarf minna og þú kemst einhvern veginn alveg stemmingu við að halda pinnunum frá CT-unum. En 75% sigur líkur hjá Hetti hér í þessu pistorándi.
ef við förum eftir bara pure statistics. Já, og það er líka þessi maður sem við erum að horfa á hér sem er búin að stór þar. Viktor er búin að vera frábær í CT-pistólunum hjá Hetti. Og Höttur CT megin, Dusty termin, vitlaust upp í höttinu. Lagast á eftir, skiptir engu máli, við vitum hverju í þessum liðum, en Blaster byrjar þarna vel. Þetta er alveg furðulegur smókur. Blaster nær að opna á Topaz. Stress í Dusty það er aldrei að vita, bara ég allavega í vesinu þetta upp á gula. Kókó finnur hann og þá eru þeir að taka kirkjuslönguna þetta á inni. Fyrir á móti 3. Það dinkaður hann að Viktor að fela sig á gólfið, hann var stór aftur. Hann hittir ekki neinu bara og þeir eiga gólfið. Byrjaði vel fyrir Hött hérna Tommi. Þeir tóku Topaz út. Furðulegt hvernig smókurinn fór niður hérna á vippanum. Midgard finnur frakkið á Seni. Já, þetta, ég trú ekki öðru að þetta hafi feilað bara. Ég held að bara algjör slís, kannski, ég veit ekki, sentimetra spurtmál. Stress! Já, bara óhefni, fyrst. Óhefni. Það er ekkert skemmtilegt. Ég hef spilað með þessu smóku og fengið hann á mig 100 sinnum, einhvern veginn alltaf kofrað mig alveg, en já. En það truflaði Dusty ekki rosalega mikið. Þá snúið þessu við 1-0 Dusty og það er forspæ hjá Hetti. Og Viktor með Diglu, Blaster með MP9 og þeir eru að fara að taka á móti allavega einum. Midgard með AK úti að finna og hann finnur Mozart í gluggum. Rótið er fallið. Rampur eru þá einangraðari og hægt að setja press á hann. Ef þið vilja. Ég var eins og að sjensa á rótiðinu þetta niður í gegnum vendin. Seni með 5-7. Byrnina er inn og pikkið á ísfinu. Nær ekki að búa sér til mat úr þessu. Hann Seni og fellur bomba fyrir niður. Eiga eitt AK og Brian. Sér þetta bara MP9 og AK. Digla líka á Blaster, þannig að hann getur hent ykkur í næsta ránd. Spurning hvort hann sé ekki ykkur MP9 eða einhvers staðar. Já, hann er með MP9. Hann er með MP9. Já. Geta á droppað, já, annarkvort pistol eða MP9 og AK-unum á hvern annan og þá eru 4 leikmenn strax komið byssur. Farnir í höndi hérna samt. Það er flass á Leflöf. En það eru Steppi Kókó bara einn að sækja. Já, hann verður, það fær bara húið hérna. Tekinn út af Brian. Og leikmenninn á Persbón lifir. Þannig að ekki það droppa hérna vopnum á milli. Blaster farið AK-inn. Það er að spila viðbyggingu með skjóttast ekki. Já, var allavega hana í pistólinu. Erum við að tala um að Blaster sé okkar íslenski Reyn? Já, mögulega. Heldur hann að hafi verið frekar úti leikmann að spila vippan það, frekar heldur en gólspilarinn sem að fór í vippa. Góð spurning. Mætti vippa þarna. Viktor fundinn MP9 alveg rössaði inn í gula og náði frakkinu. Kókó þarf að venda þessa byssu. Já, hvað? Nei, hann ætlar bara upp á þak. Steppi á þakinu. Hann desktop-droppaði hana. Það var ekki skrítið hana á myndavélunum hans. Aldrei Þrír að fara að koma hérna Brian. Það er að gera gert hjá hann þess hann skada samt. 3-3 hérna. HP-ið er Ætlar að fara upp með. vitra fyrir Hött. Kókum, Blaster. Það er AK-inn. AK-inn farinn. Ætlar hann ekki að vera á flankinu hana. 2-2 aftur. Með bomba. Molli niður. Annan Molli. Hann á annan Molla. Þessi hafa samt tíma. 40 sekundur ennþá eftir.
Seni kom með AK á hendna líka, hann ætlar að rössa þarna í vendið til að hjálpa sínum vini Mozart. Komin í vendið, komin í góða stöðu, ekki alveg viss með þetta á fyrsta frakkið til Mozart. Sigurbikarna 2K og það er fyrsta rándið til Hattar. Þetta voru spöruðu byssurnar. Í þess að stóru mistöki á Dusty að tapa bombur hann. Þetta var raun og veru, þetta var svona eina leiðin fannst manni fyrir Hött aftur inn í rándið að finna bombun hann og þau gerðu það. Mozart komin að vappa. Forspa hjá Dusty, 2 diglur, Galil og 2 Aquar. Við séum verra virka fyrir Dusty og fyrir Höttna þetta líka. Það var engin öruggur í neinu rándi hérna virðist vera. Munst það eftir því hvernig Birnir gerði þessi nafn. Það var í núgeð mitt. Blastur eitthvað stressaður hana. Já. Gítur Viktor aðeins. Topaz komið niður. Veit ekki hvort þeir hafi upplýsingar það. Aðeins takkaði tálsutan að hann Blaster. Smókur viðbingu, hérna geta þeir bara komið á Blaster. Núna allir. Já, bara þessum fyrsta þarna yfirtala til Dusty. Sen í réttu hugmyndina. Allir Steppi klýr þetta. Það efast í stórlega. En ekki þolinmóður, nær hins vegar einum. Þá voru þið 2 á móti 3. Bombar fara niður. 1 leikmaður sem er í double door akkurat núna. Frakkinu lokar hurðinni. Topaz getur ekki plantað í þessum smók eða hvað. Hann har rótið það upp aftur. En Fyrir hann var Topaz bara að feika. Vantar þetta aftur á vita af Birni. Gostur hérna, Brian skilur þetta eftir samt í 1-1. Viktor tapar þessu. Birnir í off-angle. Nær bara engulunum og heldur honum og hittir skotinu. Vel gert til Birni. Já, þeir þurftu ekkert fleiri byssur en þetta. Þeir reytu bara AK-una syngja. Ég hefði til að sjá skotið þarna frá Topaz á Mozart. Já. Bara, maður heyrði, ég var alltaf að bíða eftir að vappa myndi kikka inn þarna en Topaz bara jarðaði Mozart. Double vappa þetta. Doppel vappi. Blaster og Mozart. Þetta er eitthvað. Það er þolinmóðari, þá er það mögulega gett ekki út úr þessu. Þetta var skemmtilegt. Hopp og sí. Þengu damageið. Við erum að fara eitthvað play hérna. Margir í ískri. Steppi Kókó. Finnur Brian hana. Hérna kemur smóku fyrir Vippa. Þetta bara keira út hérna vantalega. Eitthvað smóku komið fyrir. Viktor blokkað á. Nær þetta einum. En hinn 2 frökkin fara til Dusty. Þetta var skemmtilegt. Vappi líka. Og sininn er ekki að halda honum. Þetta var stór skemmtilegt. Stóð þarna fyrir þeim. Þeir höfðu svona einhverja hugmynda þetta. Mozart þá einn eftir. Vappin. Erfitt að halda þessu þarna. Verður að hitta þessu skoti samt. Jesus, en skotið samt á móti var alvöru skot. Já. Það er final boss fluff á Vappa. Nei, hann droppaði hann mér á Kókó. Þetta er svakalegur Vappaspilari bara í núk samt. Ekki neinu öðru mappi sko. Já, hann var geggjar þarna, sérstaklega með fylki þarna þegar hann var með Birni. Það var ótrúlegur, bara sko endur að ekki gula á Vappanu, hann var frábær. Bara, ég held að hafi verið sko bara allavega 5-falt overtime eða eitthvað. Þetta var algjör bíl, bara hársbreytt frá því að sigra þann leik. En allt kom fyrir ekki. Topaz að bíða eftir menn á rampinum. Viktor nær einum tilbaka. En með Fluff klárar þetta á snirtilu 2K. 5. rándi til Dusty og þeir virðast ekki vera í miklu vandræðum með Hött hér. Nei, byrja mjög vel að Dusty.
ná einu svona cheeky rándi í þriðja rándi þar sem að þeir voru með sparaða byssur fyrir utan það. Já, ég meina, eina rándið sem eftir búið að vinna eftir bara risastór augljós mistök á Dusty sem þið gera sjaldan. Þannig að við höfum enda eftir að fá Hött svona almennilega inn í þennan hálfleik. Mozart í reyna þessinni. Blaster er komið í rótið í Keitian. 2 úti að læðast með fram default-smókunum. Ískur er opinn, Birnir þar inni. Svo sem ekki sjokk er þar. Geir í ískrinu. Finnur Fluff. Birnir inn í gula og Vappin í gula og... Við erum búin að labba niður á miðan. Já. Það er virkilega enga hugmynd það. Það er ekki búið að róta þetta niður, sýnist mér. Nei. Getur mögulega bara flankað rampinn eða búið að brjóta glugga sem var ekki búið að gera reyndar. Nei. Ég standa inn í glugganu sýnist mér ef ég kann að lista Hött rétt eða radarinn. Kókó með skotið á Seni og þá er þetta í rauninni galopið nema Blaster góður í stöðu. Birnir bara jarðar hann. Úff. Ég meina þetta er bara nema að gerist eitthvað ótrúlega þegar Brion reyndar nær bombunni. Þetta er góð tímasending á Brion. Snirtilega spilaði honum. Búinn að snúið sér við, yfirtala Höttur. Tópas í double door og Kókó í vendinu. Single er lokuð eins og staðan er núna með þess að smókuð. Komin góðar stuðið núna og Tópas fellur á meðan bara steppið með Vappa í single eftir. Þetta randi bara búið 5 sekúndur á klukkunni. Kókó grensaður. Frábært randina hjá Brion. Það er hann að halda Vappanum. Ó, guð, hvað Þessar var hreyfingar. þetta? Þessar hreyfingar á steppan, það er svo snöggur maður. Það er ekkert grín að ná byssun á honum. Þeir sem eru glöggir í varalestri sá Steppa segja ákveð orð þarna og bara bíp maður. Þegar Brion hitti hana á 2 frábæra tímasendingar hana niðri. Ég var náttúrulega farin að kóla þetta ránd búið eftir að þið náðu Blaster á rampinum. Seni með Kókó. Byrja vel, smá aggressjónandi gennum radio. En fyrir að leita úti. Nei, hann ákveður að labba eins lengra en úti. Sér hann. Viktor gett Midgard. Seni hún Lára á rampinum. Þeir í vörðinni, Mozart líka. Spreyjar í fjesið þarna. Tópas er svo nær Brian annars á mappinu og 3v3 akkurat núna. Midgard komin í frábæra stöðu. Tópas með Blaster. Ha? Og gleymur greinlega að væri hana svona nálægt. Mozart er númer 2, Tópas og Birnir gegn honum. Droppar vent hérna. Já, heyrir í ventdroppinu. Opna single hér og henda bomburinn niður. En leikmaður kominn í secret. Og er að halda ventinu. Mozart í millitíðinni að labba rampinn. Svo sem Ekki kitt. Já, lítur ekki út fyrir það að hann sé að reyna í þetta ránd. Nei, hann ætlar að labba út í sítispón hérna sýnist mér. Jú, gerir það, þetta er bara safe. Tekur örugustu mögulega leið hérna í gegnum þetta. Þetta er örugga ákvörðunin, kannski leiðilega ákvörðunin fyrir okkur hérna sem erum að horfa á þetta, en jú, skynsamlegt hjá honum. Auðvitað að róta þetta rítæka með Vappa segi ég, sérstaklega hann er ekki með kit. Já. 2 frökk í þessu rándi hins vegar. Þetta er meira þess að þarna 6-2 Dusty og efnahagurinn ekki góður hjá Hetti. Brion kaupið sinni 1000.
Aðeins of djúpt kaup hjá Brian, en gæti látað virka. Veit ekki að hann að hæra minn. Jú, núna veit hann. Frammikinnum í gegn og hann er rétt rúmlega hálfur. Sniltið sko hjá Viktor að bakka samt beint í kjölfarið á þessu. Einni Katie að næstu því að fara að kíkja í kredit. Einni nær Viktor hann að gula. Mozart í rótitinu. Þannig er AK sem liggur. En labba úr í skur. Og svo er búinn að droppa úr kattinu. Vippar skotinu. Þetta var erfitt skot á Vippa. Hann er komin að vippa. Það er fríukill hennar Blaster. Henni treytar út af Birni. Seni komin í góða stuð, samt fljótur í rótiti. Í flankið öllu heldur. Og Diglan, en það er Glokkin sem að bjargar Dusty þarna. Kókó 7 fyrir Dusty, 2 fyrir Hetti og Dusty er bara að hlaupa með hennar leik í burtu í raun og veru, Tommy. það er bara nákvæmlega það sem er að fara að gera. Þau þurfa að gera eitthvað hér, annars þetta fara að líta og bara virkilega illa út fyrir Hött. En ná fullu kaupina, ekki mikið jú til á vappanum, en vappi þrátt fyrir það á Mozart. Senustu, ná 2 af senustu 3 er alveg doable. Mjög doable. Já, sure. Þeir eru búin að vera í clutch situations og búin að vera að opna líka ágætlega. Hann með Blaster líka close úti en árásinn er inni. Brian með 1 plug. Þetta líka. Öðrum droppar niður, tekur AK en ekki follow-up út úr ískrinu en að Stebbi hikkaði kannski aðeins. Blaster alltaf að labba í gegn. Og það svín virkar og þeir svara bara leið við biðum það. Vappa fyrir Mozart líka. Brian er að halda uppteknum hætti. 10 frögg á honum. Já, hann er bara virkilega sterkur í þessari seríu. Ekki aðmannlegt að vera með svona mann á bekknum. Bara sem búið að veka með 1 úr háloftunum. háloftunum. Já, Brian. Heldur betur. Það er alveg ástæða fyrir eins og að tala það eru allir að reyna að ná þessu manni í liðið sitt en engin tími á honum. Þeir eru búin að forsa þá í pistolkaup allavega. Þannig að það eru að fara að krækja í strax þessi 2 round af 3 sem ég var að kalla eftir. Flott plast en En Mozart er að svara það með einum. Þetta er þægilegt fyrir Mozart þannig að Greyið Blaster að það maður. Var þetta kannski það sem gerðist áðan hann í Donut í Ancient? Var það bara músin hans að klikka fyrir ekkert heldur en að hann hafi viljandi komið hoppað hana fyrir hotnið eða? Win some, you lose some, svona situation. Það gæti alveg verið. Ég fór að spá í allir núna þegar ég sá þetta. Það var svo fullkominn tímasending, ég trúi því ekki. Og þetta er ástæðan fyrir ég er ekki með Jump Boss Grólirinu. Já, einmitt. Maður sér þetta alltaf mikið í próleikjum, líka bara próleikjum erlendis, sko. Ég er ekki bara að tala um efstild á Íslandi, ég tala um actual próleikjum. Já, bara atvinnumenn sem fá borgaðir. Sestu vinnur! Já, þeir eru bara sterkir hérna, alltaf komið svo bara í fína 5-7 stöðu Höttur. Nema Birnin hafði ekki um það að segja. Blaster, Birni bara í gennum smók og vegg og hvað og hvað. Og one-tappaðar hann að Mozart. 2 eftir, vita af báðum. Þeir eru búin að vera að stikka saman svona í gegnum allan terrahálfleikinn hjá sér. Topaz og Kókó. Hérna í Hell og hérna í viðbyggingu steppar hana. Viktor, spurning hvort hann ætti að hafa hýrt þetta. Hérna að pússa hérna upp. Sigritið nær Fraggi og Kókó. Topaz með bombun á bakinu. Silent upp stigan. Leitar að kontakti. Alltaf á bombinu niður. Feikar.
Mollin feilaði. Viktor hefur allt plássið og þarna náðu þeir 5. rándinu sínu. Höttur bjargaði þessu fyrir hop. Heldur betur, staðan var 70 hérna og ég kalla eftir einhverju svarina frá Hetti og þeir heldur betur svöruðu mér 100 í ping á Birni. Það eitthvað slæmt ráting til Valencia. 120, Jesus. Ég tjekka á því, eftir fyrsta mappi var það bara 60 en það eitthvað í gangi hérna. Það eitthvað að downloada. Eitthvað að downloada heim með honum. Horfa á Netflix. Já, býr hann ekki á eitthvað svona kommunu þarna, eitthvað kommununni að downloada. Já. Þetta dial up líka. Gæti verið. Heldur betur mikilvægt pistorond sem við fáum hérna. Í þetta skipti fáum við Util hjá Hetti, Smókur og Molli og Viktor. Æða á rampin, hopp. Smekklegt hjá Flöf og Birnir tekur 2 líka. Bara hann að vinna fyrir launinu sinu hana. Glock flikkið. Beint í smetta á Steppa Kuko og þeir fara upp í katt. Tópas að fara að mæta þeim hérna. Glockarnir. Midgard. Kemur heitur í viðbygginguna. Nær 2 snirtilöfum og vinna fyrsta rándið. Og hér erum við að sjá Glokka, erum við að sjá Tekkur. Glokkar myndi ég giska á. Hlýtur að vera 1 P250 í spilinu. Það verður að vera 1 P250. Það Tech9 allavega. Viktor, hvað ætlar hann að gera með eina Tech9? Ekkert meira. Hann ætlar að droppa vibban hérna hratt. Fyrir inn í vibba, þetta komið til ískur með honum. Og hann nær endurinn á Tópas, nær öðrum! 4 komnir, 1 komið viðbyggingu hins vegar. Birnir Láren Nær Middan. bombunni. Midgard bara að klára þetta hérna náttúrulega. Já, Leföf líka mættur. Það var ég að dissa þetta Tekku-kaupi á Viktor svo doppel endur hann bara gólfið að sjálfsögðu. Ná ekki plantinu en taka 2 verðmætar byssur frá þeim og þurfa að endurkaupa þær en þetta stílar það örlítið betur inn í þetta AK-kaup hjá sér. Bara hefur hann eftir að kaupa Util en ætti að eiga fullt belti. Þrír M4-ar, 1 Galil, 1 MP9. Það verður að segjast að Höttur þeir eru með betri byssur hér. Util hérna. Og Smókurinn. 4 menn að sækja úti og Viktor svo Robby. Blaster kominn hrattirna niður. Steppi Kóko rótuður á mótunum. Birnin líka kominn í vent. Já. Búast við mörgum í síkretinu sem og eru. Það eru 2 komnir akkurat núna. Hann er búinn að pása núna. Ekki flýta sig alltaf mikið. Blaster klýra allt. Eru þið með molla þarna? Birnir byrjar að leita. Brian er með molla. Það er fyrir í ventið. Midgard með snirtilskot þarna. Ekkert að stressa sig að vera molla og doppel eitthvað, neini, fara bara í kontaktið. Takk út Birni. Viktor í einhvers konar flanki. Tópas. Tekur hann í ventinu, Já. í loftinu. Blaster þetta hlaup upp. Blaster hérna, 1-2 núna. Hefur Þvílíkt þannig síðan hann tíma. Les þetta rotate hjá Dusty. Blaster, bissan uppi, sér fyrsta, spreyjar hann niður. Náði þetta! Blaster ískaldur, lest á þess að opna bók. Hann las þessa bók bara rétt fyrir leik. Þetta var bara augljósast í heimi fyrir hann greinilega. Vel peppar hana. Vel peppaður. Brosir í myndavélina. Nákvæmlega það sem þarf fyrir leikmenn hattar akkurat núna. 9-6 held peppið er allt hattar megin. Þetta leit heldur betur ekkert vel út þarna fyrir hann þegar Tópas droppa vendið og drepur Viktor í loftinu. En Blaster er alltaf líklegur þegar Blaster er á lífi. Þetta var Tekku-kaupi á Viktor að borga sig heldur betur núna. Rýbæið og droppin sem þurft að koma inn núna er að forsa á til að taka pistols og þetta er bara auðvelt. Út í kontrólina á móti Diglum og einni P250 Fluff
nær ekki bregðast við og allt í einu eftir 10 sekúndur nánast Birnir einn eftir með Diglu í höndunum umkringdur. Það bara clean round, mikið fyrir hött. Stefnir allt í háspennandi loka map 9-7. Býttu hægt að láta eitthvað svona þingumetsík á bombuna? Ég sá það ekki. Ég ekki búinn að prófa það dæmi, sko. Nei, ekki ég heldur, ég var bara að sjá það núna. Þetta skemmtilegt. Hæ? Skemmtilegt, galið, það ræða það, sko. Bæði svona og skilur. Ég ekkert rosa hrifinn að þessu en áhugavert að þetta láta þetta á bombuna. Já. Og höttur var hana með smóka fyrir smókvögnin. Þekna á sama stað. Ekki gott kaup hjá Dusty. Það eru 2 MP9, 1 Famas, 2 M4. Allar hann. Já, það er rétt. Heiðalegt jútil. Það er bara 3 smókar og 1 flass eftir á Dusty. Þetta er rosalega öflug staða. Þeir hljóta að klíra þetta. Seni gerir það. Þarna var Heddarmónu sem vantaði á Midgard ástæðan fyrir því að Seni vinnur hérna duel. Og Viktor fellur hann vantarlega í lobbyinu. Já, hann er leikmæri sem Vísandi held í opið þarna. Hann komir í 10 núna steppi. Molnaður út og smókaður hinum megin. Hann færa sig. Hann er svo aggressífur og treytaður út. Ekki tilbúin að tapa þessu leik en 3-3 akkurat núna. Einn kominn hins vegar niður í vendið. Það er Famasinn sem Birnir er með. Aftur Jútil í tíð. Bomban ekki komið niður og Birnir í flankinu. Hann ná í 2. Auðvelt hér. Hann vinnur þetta bara á Famasinnum. Og 100 í ping. 100 í ping. Birnir hann með mikilvæga innkomu. Og peningurinn er bara farin á Hetti. Þeir kaupa henn alltaf en Mozart 3550, Briono 3750. Bara ef hann tekur bara stóran armor AK. Sýfur að því. Það er einstar kaup sko. Já, ég gæði sem verið í Mac 10 armor og full util. Já. Við báðir, við erum enga stjörnur. Eftir hérna margir úti. Feilaði held ég smókur upp sem átti að fara upp að vippa hjá Hetti. Já, virðist vera pröfaðist smókinn í íþrótta og það er bara 1 flass og Seni nær einu tilbaka en geta gert sem mat á þessu. 1,9 síkretið, mikilvægt fætt hérna sem Midgard sigrar á móti Brian. Já, Seni hann er ofan í, og sjá þetta leikmannin í Spike, Viktor með 1 en rífræki frá Birni á réttu tímasningu. Ekki Midgard hérna. Nei. Spraydown, Mozart og Seni falla 11-7. Það eru hetjudáðir hjá Hetti en Dusty, það er bara 101 counterstrike. Yes, og þeir þurfa að spara hér og þetta er líklega að fara í map og match point Dusty nema þeir ná að gera eitthvað ótrúlegt eins og þeir gerðu í Ancient. Molly og Viktor allir russi inn. Það er 1 flass á Mozart. Brjóta vendin. Djúpur Molly úti. Þeir eru á þak, jú þeir hljóta að vera að russa inn. Eitthvað nei, þeir ætla Molly fer samt upp á gula en ætla að fara rampinn. Molly rampinum, fluff. Við kemur flassið frá Mozart og vantilega út á rampinn. Grenan gerir skaða. Fluff sér þá. Kemur ekkert flass, hann er dinkað þess að Fluff nær að bakka niður. Bakkar mjög öruglega niður. Hann er eins og að pússa þetta í hellið. Hann er einn, hann tekur 2 út. Hvað er að gera? Viktor nær tópa svo meðan, gólfið er clear. Það þurfti töfra og það kom heldur betur töfra. P250. Þetta land er ekki búið. Hvað gera Dusty? Það ætla að reyna í þetta. Midgard komin í katti, Fluff pússar. Ætlar að koma að lobby megin. Vinnur dúl um til Seni. Engin armor á þeim. Hekturnar ná ekki að búa sér til neitt og retakið er til staðar. 12. rándið og eins og þú segir map og match point fyrir Dusty. Þetta betur 1 P á Fluff. Hefði getað orðið eitthvað aðeins meira spennandi ránd ef að hann hefði vinnið þetta dúl hann inn í gula. Ég hendur að spáði því náttúrulega ótrúlega mikið af fólki sem spila hann leik sem er bara búin að spila frá CSGO og eftir og nú er ég að kalla þetta gula.
Já, þetta er daldið Höttið sem sagt Já. á við hann á gólfinu. sem á ekki rugla við hött. Íþróttafélagið Höttur. Nei. Þetta er allt flókið. Hvað kallar þetta á íslensku ef þetta er ekki gula? Er þetta kallað eitthvað annað á íslensku? Nei. Ég hef alltaf satt bara gula. Já, ég segi bara alltaf gula. Það var svona gult í 1.6 og Source. Midgard Opnanda Blaster. heldur áfram að sigra fæta. Og það er 2 í röð. Það er ekki 3, bara með rífrækjuð hér. Hann er að reyna sitt allra besta að sigra þennan leik. 19 frögg á honum. Og næstu því að topprækjasörinn, það er Midgard sem situr á 23 hér. Midgard er líka búinn að vera ófeimið við að sækja dúelinn í þessu mappi og líka eins og þegar hann var á miðunni. Leflöf með vappan, hittir ekki skotinu. Það er dálítið langt síðan hann var í fylki. Já, skotið riðgæður. Það er ekki mikið að spila vappan hann hjá Dusty kannski. Spilaði á Atlantic. Já, hann gerir það. Skemmtilegt lengur hjá Kókó, þá er Viktor 1 eftir. Og hvað getur hann gert hér? Þetta er upp á sigurinn. Og Kókó klárar þetta 13-7. Og sigur Dusty í Nuke hér. Og þegar við pælum svona í mappinu heilt yfir sig, eins og ég sagði, þetta voru hitjudáðir á móti svona mjög basic setupi, áttu líka lang besta leikmann í Nuke. Já, Midgard líka, þú veist, sýnir hversu sterkur hann er, einvægs bara einhvern veginn öll dúr sem hann fer í, finnst mann hann svo líklegur í að vinna af því hann er bara svo frábært aim. En já, heilt yfir Dusty vinna þau upp það sem er ná allavega einu pistol. Það var einhvern veginn þannig hérna, hvað ég innsýnt að töpaður báðum pistolunum og þá komast þetta menn á smá ról. En já, sterkur leikir á Dusty, heilt yfir. Við fengum næstu galdra frá Hetti en það var bara ekki nóg. Já, við erum hins vegar með einn á línunni sem að aldrei þessu vant. Þú valdi rétt, til hann ekki við það. Ég valdi einhvern sem að vann leikinn. Hann hefur valið með 2 í viðtal og ég vann báða leikina, þannig að ég er the exception to the rule. Já, það hlýtur að vera. Ég meina, þú ert í liðinu sem að er á toppinum á deildinni akkurat núna. Til hamingju með það, til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir. Það hlauti koma að því að við unnum einhver pistols í þessum leik. Já, þið þurftu að unna 2 pistól til að sigra leik. Já, fyrir utan Miraz náttúrulega. Þið unnu 1 pistól í Miraz, eða ekki? Gilt sem er. Það geti verið. Fyrir mér er þetta fyrir 3 árum. Já, vissulega. Þetta var löng sería og svona dálítið óvænt. Ég spáði 2-0 sigri fyrir ykkur. Byrjum bara í Miraz. Þið pikkið Miraz. Virðist vera bara svona stable map fyrir ykkur sem ykkur líður bara mjög vel í. Já, þetta er líka map sem að hefur ekki verið favorites á Íslandíkum. Þannig að það spila líka inn í þetta að það er engin annar að spila Miraz. Þannig að þetta er bara langþægilegast map sem við getum verið með. Mér langar að spyrja sérstaklega út í svona, sem sagt, gameplani farandi inn í þetta, sérstaklega termein. Engin clever að spila sjálfsögðu, þannig að þið voru dálítið að vera dálítið B-heavy, voru að pikka mjög mikið. Voru þið viljandi að reyna að konditiona þarna á B-inu? Nei, það var eiginlega bara mjög óvart. Við einhvern veginn vorum ekkert með sérstaklega hugmynd inn í rándi en við endum alltaf með flesta á B-inu, bara svona náttúrulega einhvern veginn. Já, svona kannski ekki með hefðbundið 3 að pikka B í byrjun ráns í Miraz, það var mjög sérstætt. Ég held að við reyndum það líka alveg 3 að 4 stundum. Steppi vildi alltaf reyna að ná honum í jumpspottinu og við bara, já, heyrðu, við erum bara baka við maður. Já, ok, ég var allan að kóla bara algjört brilljans þarna en þeir bara defaultu óviljandi þarna inn í. Förum þá svona, þú veist, Miraz fer á sinn veg, 13-5 fremur, bara auðveldur sigur fyrir ykkur. Farandi inn í Ancient, hvernig á stemningin? Hvernig eru þið stemdir í Ancient? Ancienti hefur ekkert verið eitthvað ógeðslega gott mapp fyrir okkur. En það hefur verið nógu gott til þess að við séum að vinna æfingar og erlendaleiki í mappinu. En þetta er ekkert eitthvað svona go-to sem við myndum fara í. Þannig að, já.
Já, náttúrulega ef við rýnum svona örlítið yfir það og summaræsum það mjög auðveldlega niður, það var náttúrulega bara einn vendirpunktur í þessum leik. Það var þetta USPA plus P250 á B-inu. Það voru held ég 2 þannig rounds, ef ég man rétt. Já, það var einu sinni þegar keira niður rampin náttúrulega, hann með 5-7, þegar sér nýna 2, það var líka þannig round. Já. Þannig að hjálpaði ekki að við töpuðum þannig að 2 eða 3 anti-ecos. Svo töpuðum við líka pistol og við kostum frá okkur held ég fyrstu 2 randunum í OT. Já, þið eigið A-sæti þarna, búin á fyrstu 2 pikkunum og sko Donut smókað út og allt smókað út og þið tapir rándinu á einhvern ótrúlegan hátt. Já, ég hef aldrei spilað leik jafn mikið inn í hendunum á mér og spilað hann svo út úr hendunum á mér aftur, bara rakleiðis. Já, það var þetta frábær kall. Þeir aðspilarinn mæti mitt í byrju rounds og þeir lappi bara inn á A-sætið. 5v5 retake-runni, þetta var algjörlega magnað, en höttur náttúrulega með hetjudáðum sigur það mapp, bara full praise til þeirra. Eitt sem ég langar að spyrja svona metavæs upp á bara CS, finnst þér þessi MR12 vera að virka upp á að fá það besta út úr öllum liðum, út af því að það sem við erum að sjá núna er að það er rosalega lítið sem þarf að gerast til að svona hluti gerast, skilur við. Þú tapar pistólinu, það er 1 anti-ego sem fer til fjandans og síðan bara leikur búinn. Já, það er eitthvað tilfinningin mín fyrir MR12 er að ef þú vinnur 1 headshot round þá ertu líklegast búinn að vinna leikinn. Ef þú vinnur 2 headshot round þá ertu bara búið. Það er ekki nein leið inn í þetta. Kannski þú ert með bæði pistol. Já, þannig að þú tapar báðum pistol og tapar 2 headshot roundum eins og gerðist þannig í einsinn, þá er það mjög erfitt. Líka í Newkinu, ég og Heiðar með 2v4 þarna eftir að við kostum 1 roundi frá okkur næsti. Þú veist, bara 1 headshot round og við siglum bara með þetta heim. Já, og það var dálítið það sem að Núk var. Þið voru að reyna þessi headshot play, óviljandi, en það var eiginlega bara Midgard sem að stóð sig í stikkinu og var að vinna eiginlega bara flest alla fæta sem að lendi í. Já, það var ekkert stórt gameplan komandi inn í Newkið. Við vorum eiginlega bara með svipað plan og í Mirage. Við ætlum bara að fókusa kannski á eitthvað stæði náttúrulega. Og stundum var Mozart í séti að eyðileggja okkur en oftast vorum við bara að hamra út í svæðið og það vann allan að early roundið fyrir okkur og svo erum við Dusty er alltaf að fara að vinna mid-roundið þannig að þegar við vinnum early roundið þá erum við líka að fara að vinna mid-roundið líka. Nema reynda fyrsta roundið sem að Höttur vann hann sem við tapir bomburinn niðri en það var væntanlega bara, þú veist, algjör mistök. Já, það var one of the rounds of all time. Já. Það er eitthvað öskra á okkur að fara upp vendið og ég er eitthvað, nei maður, ég vil ekki fara upp vendið, ég fer upp Secret í staðinn, Bjarni Tópas greiði skilin eftir single. Já, alltaf fylgjaleg fluff, þá er það alveg fluff að kenna, ekki þér að kenna. það er bara þannig. Hver er MVP í þessari seríu? Það hlýtur að vera Midgard. Já, sammála ég er alveg sammála því. Hann var að hitta virkilega vel í þessum leik, mjög stóð fyrir sitt lið. Já. Umferð 7 núna, þeir eru náttúrulega búið með ykkar leiki í umferð 7. Það er 1 leikur og síðan Þór stefnir allt í hreinan úrslitaleik upp á fyrsta sætið, 7-9-13. En ertu spenntur fyrir þessu? Já, þetta verður mjög góður leikur og mér hlakkar til að rematcha eftir hávaringin án Þorsteins og sína það að við höfum ekki bara unnið hávaringurinn þegar Steini 34 bombaði eða hvað sem hann gerði. Já, það er enda alveg risastór talkingpunktur af því að þetta er geðveikt mikið af því sem maður heyrir eftir þetta LAN, þeir voru bara karriera Þorsteini, djúlið Þorsteini í geitinn, skilur, allir að tala með eitthvað svona. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem að Dusty þarf að sanna. Umferð 9 er handað við hóttin. Búin að vera karriera á Þorstein í 5 ára eða eitthvað. Ekkert nýtt, en núna er tíminn þinn til að skína og bara gangi þið sem allra best. Takk hjá fyrir okkur. Takk fyrir, sömuleiðis. Takk. Alltaf gaman að heyra í Átnalli Fluff. Það er hann hefur alltaf skemmtilega hluti að segja. Já, heldur betur. Gott innsæðana frá honum hvernig þessi sería spilaðist og gaman að fá vinninsinterview. Það er alltaf skemmtilegt. Ég kallaði hann inn senast og það er bara mér að kenna. Ég kallaði hann ekki, þú veist, hann var kominn inn í lobbyið. Já. Glimti.
Já, það var fyrsta útsendingi sem ég tók. Já. Já, það var vinna Dusty og þá átti Árni að vera í viðtali. Já. Það var bara ekkert að því. Já, nákvæmlega. Það bara fer alveg á mig og það er bara allt góð. Fengum hann hins vegar í rauninni í skemmtilegri leik. Þetta var þvílíkt skemmtilegt best of 3 series. Tala nú eiginlega þrátt fyrir að það hafi verið Höttur sem að sigraði það map, þá var þetta rosalega skemmtilegt. Ancient map, vantaði þetta aldrei upp á Mirage og Nuke til þetta gera skemmtilegt, en Nuke vissulega bara gjúra skemmtur líka. Já, einmitt. Það var aðalega einmitt eins og segir þetta Ancient map sem að setti mann upp á tærnar, sko. Kannski, þú veist, hvað getur Höttur gert í þessu? Ég veit ekki hversu mikla áherslur að setja á að actually æfa þessum upp eða hvort þið séu bara að leika sér í Faceit, en ég meina þið sjá samt hversu stuttir eru frá þessu raun og veru, þú veist. Nokkrum svona cruiser random og þetta voru bara close leikur í Nuke og Mirage, jafnvel eða kannski aðeins lengra frá Mirage. Og þá er allt farin að vinna Dusty sem er í fyrsta sæti, skilju. Þannig að þú veist, Höttur er ekkert langt frá þessu. Já, við skulum kíkja á scoreboardið og sjá hvernig það stendur. Dusty búin að tryggja sig hann í fyrsta sæti, Þóra ákveð leikfyririnn á 50-daginn þar sem við mæta Vega, hinum megin Höttur í 5. sætinu. Búin að spila leik fleira heldur en Ármann og við sjáum að Saga geti mögulega skriðið þannig upp við hliðina þeim ef þeir vinna sinn leik á múti Ármanni. Já, Ía og Kano búnir að spila sína leiki, þannig að það er Ravík og Venus sem að gæti krækt sér í stig á 50-daginn og það er spurning hvort við getum ekki bara fengið leiki 50-dagsins upp á skjáinn því að það gæti verið ansi skemmtilegt. Það er sem sagt stútfullt dagskrá, Saga Ármann, ótrúlega stórt storyline þar að sjálfsögðu ATHD á móti Ofvirk. ATHD var í Ármanns kjarnanum, kikka þær í burtu, býr til, fer í Þóri millin og býr síðan til sögu, en alltaf skemmtilegur rígur allan á milli þessara greiningabræðra. Algjörlega mjög spennandi leikur upp á háttsæti í deildinni. Ravík, Venus, bæði lið á 2 stigum og þarna er eiginlega baráttan það hver ætlar að lenda þessu 7. til 8. sæti því að sjálfsögðu 9. og 10. sæti þeir fara beint niður, engin umspilsleikur, ekkert kjaftaði, þannig að það er 7. og 8. sæti sem fer í umspil og síðan. Man náttúrulega ekki nákvæmlega prógram hjá þessu liðum eftir þetta, en það er alveg sens að Venus alltaf Vega eftir og fleiri mögulega annað topplið, þannig að þetta gæti mögulega verið seinasti leikurinn þeirra sem er eftir svona 60-40, 70-30 eitthvað svona líklegri til þess að sækja ykkur stig, þannig að mögulega hjúts leikurinn þá. Man ekki alveg prógrami hjá Rafík hverja þeir eru eftir? Ég bara þarf að leita það uppi en ég meina samið á þeim samt, þetta eru stig sem að þeir þurfa að vinna eftir að halda sér í deildinni. Ég held að þeir eiga Venus og Ía eftir og gott ef ekki Kano Rafík líka. Já, ok. Það er náttúrulega 3 leikir eftir. Já. Þannig að það er þessi, næsta vika og það næsta vika og það er held að Ravík sé, þeir náttúrulega unnu sögu, náðu 2 stig þar. Venus og síðan Ía og síðan Kano eða öfugt þar, þannig að það verður skemmtilegt. Síðan útsendingaleikurinn okkar. Þessi hérna bad boy. Þór Vega. Þór Vega? Já. Yes! Ég lofa ekki því, ég er ekki ráð þessu, sko. En já, ég held að við varum að fara í sögu Ármann, ok. Sko, þar getur þú verið eins mikill Vegamaður og vilt því að... Þú ert Arður Þórsari? Já, ég er með Harka Norðursins í full blast áður en að ég kemur í útsendingu. Yes, ok, þá ætla ég að vera eins litári mögulega gett. Ég sé hvort að ég get ekki fundið eitthvað ból eða eitthvað, ég veit það ekki. Þetta verður... Já, Vegatrí, menn að mætti Þórstri, sko mætti Vegatrí. Já, ef ég fæ leyfi fyrir því, þá ger ég það. Það væri geggjað. Það er nákvæmlega hannig. En já, stór skemmtileg sería sem að við vorum að horfa á hér. Það er Þór Vega á 50-daginn á svona 2 öðrum leikjum og þá lokast 7. umferð og þá erum við bara að fara að klára. Já, bara þá til að við förum í útslatakeppnina. Takk kærlega fyrir áhorfið og góða nótt.